mestar í spunaáföngum er Erna Kristín og Alexandra Mjöll. Og þá var það listans söguáfanginn. Þar var Gerður Guðjóns. 9-5. Og svo er það dansmíði. Hæðst í dansmíða áfanga með 8,7. Þórunn Ylva. Hæðst einhvern í klassískum ballett. Já, þær voru 2. Og það er Thelma Kristel og Alexandra Mjöll. Og í nútímadans áföngum eru 3 jafnar. Brynja Bjarnadóttir, Gerður Guðjóns og Alexandra Mjöll. Og 9. Og þá er það jazzáfanginn. Hæðst þar með 9,2 Þórunn Ylva. Nú þetta er búið að vera langt og strangt, samt voðalega stutt. Það ekki stelpur? Þessi tími, já. En það voru 2 sem eru hæðstar og dúksar hjá okkur. Og ég held að við fáum þær bara fram hæðstar gegnum allan tíman í öllum samanlögðum áföngum og það er Alexandra Mjöll og Þórunn Ylva. Við segjum gjarnan í okkar fagi, æfingin skapar meistarann. Og ég bið ykkur að hafa það hugfast að bera virðingu fyrir því sem þið hafið lært, varðveita hæfileika ykkar og þykja væntu þá og nota þá og gjöru þið svo vel. Jæja, hæ. Þetta er búið að vera svolítið langt og strangt ferli, svolítið skrítið líka. Getum sagt að margar okkur hafa mist nokkra táneglur og sprungna varir og einhver úllinsbraut sig. Ég veit ekki alveg hver það er. En þetta var engu að segja, var þetta ógeðslega gaman. Og við erum búin að læra ótrúlega margt af þessu ferli. Ekki bara ferlinu sem sagt að útskriftarsýningunni, heldur bara öll þessi ár sem við höfum verið að æfa hjá henni Báru. Það er hún, þarna. Og við getum eiginlega bara allar, næstum því allar, sagt að JSB sé okkar fyrsta heimili nánast. Því við erum hana yfir 20 tíma á viku og við værum ekki aðeins nema okkur finnst þetta alveg gífurlega skemmtilegt. Þannig að þetta er það sem við elskum og ætlum að halda þessu áfram. Þetta er bara byrjunin. Og kennararnir, þeir eru náttúrulega allir frábærir og búin að taka mjög mikið þátt í því að þroska okkur, ekki bara sem dansara, heldur líka sem einstaklinga. Og María náttúrulega alltaf verið okkar svona mamman í hópnum, passaði okkur vel og svona. Þannig að það hefur verið fínt. Já, það er líka svolítið sérstakt að segja að við komum eiginlega bara allar úr sikkuráttinni. Einhver á Seltjarnarnesi, einhver á Álftanesi, Kópavogi og bara fæstar okkur þekktust áður en við komum hingað saman. Og svo sameinuðust við bara allar í einum danssal og bara gátum gleymt öllu. Bara prófum, skóla, öllum áhyggjum og bara gert það sem við erum góðir í, bara dansa. Og ég held að við munum bara fæstar gleyma þessum æðislega mórali sem hefur bara verið þessi 4 ár. Þetta er bara ótrúlega gaman, við erum svo góða vinkonur og við höfum upplifað bara gleði, grát og bara, allt. Bara hlegið rosalega mikið og tala líka mikið. Það var margir, það kom tímabila sem kennararnir kvörtuðu og sagði að það væri svolítið saumaklúbbstemming í hópnum. En það bara sýnir hvað við erum góða vinkonur og bara, ég held að við séum búin að eignast æði bara vinkonur, bara alla ævi, held ég. Og bara það var forréttindi að vera með ykkur stelpur.